Komið sælir og blessaðir, kæru vatnsberar. Þá komið ykkur smá lestur og þetta svona pælingar hvað þið hafi lært á árunni sem að líða, hvaða lærdóm þið getið tekið með ykkur inn í nýja árið sem að nýtist ykkur á jákvæðan hátt. Og ég að fara að taka svolítið mikið af spilum þannig að ég ætla að draga þau með myndavélina slökkta bara til að spara tíma á myndbandinu svo það verði ekki allt of langt. En ég hérna með stafapoka. Ég ætla að taka hérna nokkra stafi sem geta skipt máli fyrir þig eða einhvern sem þú þekkir. Þetta getur verið upphafsstafir, stafir í einhvers konar nafni og við kíkjum síðan betur á það á eftir. Við fáum hérna N og E og annað E, G og U. Og að því við fengum 2 E, þá ætlum við að taka einn í viðbót og það annað G. 1 N, 1 N. Hættið nú alveg. Annað N. Ég var búin að ákveða það sko ef ég myndi draga 2 eins, þá myndi ég alltaf taka einn auka. Ég verð að standa við það. Ok, fáum hérna R í viðbót. Ok, þá ætla ég að hefja standa. Ok, kæru vatnsberar, þá eru spilin ykkar tilbúin. Og það er verið að tala um að þið hafið á árinu sem er að líða ákveðið að fylgja flæðinu sem er mjög jákvætt. Ég sé að það er slökknað hérna á kertinu okkar. Það gengur náttúrulega ekki, við verðum að hafa kerti. Látum okkur sjá. Að fylgja flæðinu er frábært og sérstaklega það sem þið kæru vatnsberar eru stundum uppteknir við að hugsa, þið ofhugsið. Það er einn af ykkar ekki betri kostum, skulum við segja. Af því að þið eru svolítið stífir á því hafa hugan alltaf með í för, þá getur þetta verið svolítið erfitt fyrir ykkur. En þið hafið verið með þetta á bakvið eyrað og þið hafið verið að lenda í aðstæðum og þá í hendurnar verkefni þar sem að þetta hefur komið upp. Það að vera bara svolítið frjáls og flæðandi en alltaf hafið þið samt haldið í taumana. Ykkur er ekki vel við svona að vera bara út um allt, eða ég skilji hvað ég á við. Það þarf að vera regla á óreglunni. Ok. Þetta hefur fært ykkur ákveðin lærdóm, ákveðna leksíu, sem að þið takið með ykkur yfir í nýja ári. Ég vil meina að þetta hafi sýnt ykkur að það er bara allt í lagi að sleppa takinu, endrum og sinnum. Og það er bara ef hinu góða. Opna bara hliðið og sjá bara hver kemur. Þannig endilega nýtið ykkur það og ég sé hérna veður hana sem satt með höfuðáttirnar hérna suður, austur, norður, vestur. Þetta er svona að fara sko já, eins og stendur á spilinu Any way the wind blows. Ég var að hugsa um þetta þegar að láta sig bara fjúka með vindinum hver sem hann fer. Það getur bara verið skemmtilegt stundum. Kannski finnst ykkur ekki gaman að láta koma ykkur á óvart en slakið aðeins bara á takinu inn í komandi ár. Ég held að það verði ykkur til góða. Svo er annað hérna svona aðeins alvarlegra dæmi eða hvað ég var að segja.
Annað sem hefur verið ykkur kannski erfiðara heldur en þetta endilega og það eru hjartasárin. Enn og aftur eru þið, kæru vatnsberar, búin að vera að vinna í ykkur sjálfum og búin að vera að lækna og heila ykkar hjartasár. Gömul sár sem hafa verið að halda ykkur föngnum, hafa verið að draga ykkur niður. Og það er búið að vera erfitt ferli. Kannski ekki erfiðara endilega á þessu ári sem er að líða heldur en árin þar á undan, en þetta er alltaf erfitt. Og ég hrós ykkur fyrir það að hafa verið að takast á við þetta. Þetta er eitthvað sem flestir, ef ekki allir, þurfa einhvern tímann á lífsleiðinni að gangi í gegnum. Að lækna gömul hjartasár sem hafa dregið úr ykkur mátt. Erfiðast, mín reynsla þar sem ég heyri frá fólki er að erfiðustu sárin koma úr barnæsku. Það er ekki endilega fullorðins hjartasárin sem særa hvað mest, heldur er það hinn sem særa okkur þegar við erum hvað viðkvæmust og þegar við erum upp á aðra komin og þurfum að treysta á annað fólk þegar við erum börn. Þessi heilun öll, hún hefur kostað vinnu, blóðsvit og tár skulum við segja, en hún hefur valdið því að þið hafi hreinsað mikið til í kerfinu ykkar. Þið hafi skolað svolítið út neikvæðri orku og hleypt jákvæðri orku, heilandi orku, hvítu ljósi inn í kerfið ykkar, í orkukerfið, í líkamann, í sálina, skulum við segja. Þið hafa verið að baða ykkur upp úr heilunarljósi sem að kemur, já, bara beint frá almættinu, skulum við segja. Í þessu ferli hafið þið líka verið að horfast í augu við alls kyns óþægileg sannindi, óþægilega staðreyndir. Þið hafið sýnt mikið hugrekki, kæru vatnsberar, í þessu ferli öllu saman. Og það að komast í gegnum og leysa erfið mál og upplifa gamlan sársauka án þess að það vakni hefndarhugur eða þið verðið bitrir eða finnist þið vera á einhvern hátt verri eða minni en aðrir, það er bara mikið afrek að geta það. Mér sýnist þið að hafa komist mjög heilir, kæru vatnsberar, í gegnum þessa heilun, þessa hreinsun. Þið hafið tekið ábyrgð á ykkar lífi, ykkar parti af þessu. Þið hafið sýnt þolinmæði, heiðarleika og þið hafið verið meðvitaðir það að snúa ekki orkunni ykkar upp í hatur eða hefndargirni. Eins og þjóðarleiðtogar meira sig að gera opinberlega í sjónvarpinu. Hryggir mig óumræðilega að verða vitni að slíku og þetta á líka við okkur sjálf í okkar persónulega og nánasta lífi. Það að rísa yfir hatur, rísa yfir hefndarhug, sýna góðvild, sýna fyrirgefningu, það er eitt af erfiðasta sem að fólk getur lent í, en líka eitt af því sem þroskar mann mest og veitir manni flest stig í kladdann, ef við getum sagt svo, og þá er ég að tala jákvæð stig. Til hamingju með þetta, kæru vatnsberar, frábært. Núna eru þið staddir á þeim stað að hjarta ykkar er opið, fullt af ljósi og kærleika, laust við illsku og hatur,
þetta hljómaði svolítið eins og einhver jólalagateksti. Og þið eru tilbúnir í að takast á við lífið á annan hátt en áður. Þið eru tilbúnir í, gæti verið ástarsamband, eins og spili hérna sýnir, elskendurnir. Þið eru tilbúnir í djúp kærleiksrík samband. Það getur líka verið vináttusamband eða samband við fjölskyldun ykkar. Því að nú er hjartað ykkar, nú virkar það eins og það á að virka. Það er að segja, þetta er svona pínlítið eins og að fínstilla bílvél, hreinsana, smyrjana, blása út úr stíplum, pípum og allt það. Ég veit þetta hljómar hræðilega, líka hjartanum við bílvél, en ok, þið skiljið hvað ég er að meina, vonandi. Þetta er eins og að rísa upp á sjúkrabeði, pínlítið, svona mikil hreinsun og heilun og bara til hamingju enn og aftur með þetta. Já. Fylgdu hjartanu stendur hér án þess að reyna að gera öðrum til hæfis. Ok. Og slepptu of hugsuninni. Þú getur nú ekki sleppt henni alveg því að það er svona partur af því hver þú ert. Það er að analýsera, skoða smáatriði, fara djúpt í saumana á hlutum og sannleikurinn skiptir þig miklu máli. Sverðadrottningin er hérna. Hún er svolítið þarna að horfa á sannleikan og ekkert nema sannleikan. Og fókusa svolítið á það að ef þú ert með eitthvað afsakið orðbragði bullshit, þá áttu ekki upp á pallborðið hjá henni. Það er að segja, hún getur sagt nákvæmlega hvernig hlutirnir eru, en ekki reyna að blekkja hana eða kasta sand í augun á henni. Það áttu ekki von á góðu. Þannig að þessi partur af ykkur er samt sem áður virkur, en það sem er núna, sem var kannski ekki áður, ég er ekki að segja að að hjarta ykkar hafi verið algjörlega vanvirkt langt í frá, heldur virkar það betur áður heldur nokkru sinni fyrr og er með hérna í för, þannig allar ákvarðanir sem þið takið og þessi prósess, hvernig þið handlið sannleikan, að undir því er kærleikur til staðar, þannig að þið vinnið það allt saman með svona ástríkum aðferðum, skulum við segja, sem er eiginlega besta leiðin til að díla við, nokkurn veginn hvað sem er. Að hafa svona sæmilega blöndu af huga og hjarta. Opnaðu hjartað og gerðu ráð fyrir kraftaverki, stendur hér. Og síðan innra barnið, það sem ég var að tala áðan, varðandi særindin úr barnæskunni. Þetta eru akkúrat bara staðfesting á því að með því að heila hjartað þá ertu að heila þetta sem við köllum innra barn. Það er að segja næra þessa viðkvæmu hlið af sjálfum þér. Kraftaverki sem talað hér getur falist í einhvers konar barni, því að hérna er lítið barn á myndinni. Það getur falist í fæðingu eða getnaði barns eða það að eitthvað barn sem er í þínu nánasta umhverfi muni njóta góðs af því sem þú hefur verið að gera. Bara það að þú sért að opna hjartað þitt getur skipt sköpum fyrir einhvern og að sjálfsögðu fyrir þitt innra barn líka. Það er velgengni framundan, nýtt tungl í nauti. Nú veit ég ekkert hvenær það er, ég þarf að fara að kynna mér
betur þennan tunglgang sem öðruvísi en sólargangurinn. Velgengni framundan, já. Sko, þú getur eiginlega ekki fengið annað en velgengni upp í hendurnar þegar þú ert búin að vinna svona frábæra mikilvæga vinnu. Þetta eru laun fyrir vinnuna þína. Laun fyrir afrekin þín og fyrir viljan þinn til að gera hlutina vel og til að komast til botns í hlutunum og vinna það frá grunni. Láta þig svolítið flæða og taka á móti því sem að lífið hefur viljað færa þér. Þessi drottning sem ég talaði hérna áðan, þetta getur verið önnur manneskja í lífið þínu líka, hvort sem hún er karlmaður eða kvenmaður. Þetta getur verið einhver sem hjálpar þér að sjá hlutina skýrt og hjálpar þér að taka ákvarðanir. Hefur þessa skýru sýn sem að þarf til og sem að þú líka á vissu leyti hefur, en það getur alltaf verið gott að fá álit annarra. Því að tvisturinn hérna fær mig til að svona sjá þig vera svolítið að eins og standi frammi fyrir fleiri en einu möguleika og þú eigir erfitt með að velja. Þannig að það getur verið að þú þurfir að taka þér bara tímabundna pásu og ákveða hvert skal halda, fá eftir hérna einhverja hjálp við það. En síðan þegar þú tekur ákvörðun og stígur inn í þessa kraftaverkaorku sem er að koma hérna inn, ekkert verður eins eftir það. Það verða mikla breytingar hérna hjá þér, kæri Vatnsberi. Og hjá einhverjum ykkar varðar það ástríkt samband, skulum við segja. Þetta getur verið samband sem er búið að vera dálítið lengi á leiðinni, en þú eða viðkomandi, athugaðu það, þetta þarf ekki endilega akkurat að vera þú sem kemur hérna upp. Þetta getur verið einhver sem þú ert að díla við. Sem að það sé alltaf að segja að þú eða viðkomandi hafi kannski bara ekki verið tilbúin áður fyrir en núna. En núna er kannski rétti tíminn. Stjörnumerki sem fylgir elskendunum er tvíburinn. Ef að það segir þér eitthvað. Tvíburinn er líka 2 hliðar og tvistur og líka 6. Já, ég vil ekki að fara dýpra í þá sálma. Hér erum við með Ás, talandi tölur, sem er ný byrjun, spelungu nýtt. Heyrðu, frábært, kæri Vatnsberi, og kraftaverkin eru á leiðinni, svo lengi sem þú hleypir þeim inn. Þetta kraftaverk þarf ekkert að varða börn, en getur varða hvað sem er í þínu lífi. Það er allavega eitthvað gott. Nú skulum við kíkja hérna aðeins á skilaboð frá englunum. Hverjum þarftu að fyrirgefa? Leið og þú sleppir gömlum særindum og reiði, myndu finna það að óskir þín að rætast. Hvað var ég að segja á hann? Ég þarf ekki að hafa fleiri orðum með þetta spil. Þetta er staðfesting á því sem ég var að tala um með heilun hjartans. Annað spil, það er ólétta. Ókei, það geti tengst barninu sem ég var að tala um. Fæðing barns kemur með fallegar blessanir inn í lífið. Þetta óléttu spil getur líka táknað fæðingu einhvers nýs í þínu lífi. Til dæmis byrjun á nýju sambandi, flutningar og alls konar miklar umbreytingar eða nýtt verkefni sem þú ert, kæri Vatnsberi, að setja af stað eða hleypa af stokkunum. Frjósemi allavega
frjósemi og vöxtur og fæðing. Eitt spil enn fáum við fyrir vatnsberann. Ok. Það eru skilaboð til þín að yfirgefa óheilbrigð samskipti eða óheilbrigðar aðstæður og að njóta þess að gangi gegnum nýju dyrnar sem opnast í kjölfarið. Ef þú finnur þig í óheilbrigðum aðstæðum eða þér líður ekki vel einhvers staðar, það geta verið alls konar vinnuaðstæður, fjölskylduaðstæður, aðstæður í sambandi, samband sem ekki færir þér neitt jákvætt. Spáðu svolítið í það, sumir ykkar vita nákvæmlega hvað þið verið að tala, en lausnin er bara fólkin í nýrri byrjun. Það er bara greinilegt. Ok, þá er það eitt svona spil fyrir tímasetningu. Við getum tekið hérna eitt spil fyrir eitthvað sem þú ert að velta fyrir þér, hvenær eitthvað byrjar eða kemur inn. Og þú færð hérna desember, sem annarkvort segir mér það að það er byrjað nú þegar, því að það er ennþá desember þegar ég dreg þessi spil. Nú eða að við erum að tala innan árs, í síðasta lagi í desember á næsta ári, myndi ég þá segja. Og ef við tökum eitt spil í viðbót og höfum kannski þetta kraftaverk, þessa velgengni í huga, þá byrjar það nú bara strax á fimmtudaginn, skal ég segja ykkur. Einhvern fimmtudag allavega. Fimmtudagurinn í næstu viku, gæti verið. Ég vona allavega að þetta sé góður tími fyrir ykkur. Kæri Vatnsberi, þetta var frábær lesning og greinilegt að þú hefur verið að gangi gegnum ýmislegt á árinu sem er að líða. Taktu þann lærdóm með þér sem þú mögulega getur. Taktu ákvörðun á nýju ári að hrósa þér fyrir velgengnina og framtakssemina sem þú ert búin að vera að vinna með. Og taktu ákvörðun að kannski, gera hlutina öðruvísi í þetta sinn eða láta þá ekki fara með þig á sama slæma stað og þeir gerðu áður. Því að nú ertu meðvitaðri heldur en þú varst. Þá langar mér bara aðeins að kíkja á stafina þína. Þú fékkst sem sagt svona marga stafi af því að þegar eru komnir 2 eins þá ákvað ég að draga alltaf 9. Þetta geta verið nafn. Þetta geta verið uppástafir hjá einhverjum. Og svo er þetta bara núið hérna. NU. Hvað er hérna fleira? Hér sé ég ger. Og hér sé ég líka regn. Svolítið erfitt að eiga við hérna. Hvað er hérna fleira? Ég læt þig nú að gera þetta bara. Getur skrifað þessa stafi hjá þér. Rúg, eða rúgur, eða rún. Það getur verið nafn. N og renn og eitthvað fleira sem að þú getur fundið út úr. Svona. Greni. Þú fékkst óvenju marga stafi. Heyrðu, kæri Vatnsberi, þá ætla ég að þakka þér fyrir og óska þér alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur.